Kæru samnemendur, kennarar, starfsfólk og þeir sem heimasitjið. Ég heiti Júlía Mjöll og ég fekk þann heiður að flytja útskriftarræðu fyrir hönd útskriftarnema árið 2020, vorið 2020. Ég man vel eftir því þegar ég gekk inn í skólan fyrsta daginn, á nýnemadaginn. Ég var í hreinskilni sagt skíthrædd. Eftir 10 ára grunnskólagöngu í sama skólanum sem ég þekkti svo vel, var ég að fara að byrja í nýjum skóla. Ég vissi raun voða lítið skólan og vissi ekki nákvæmlega hvernig ég ætti að feta mig á þessum nýju slóðum. Ég rataði ekkert skólan, ég skildi ekki stokkatöfluna og mér fannst ég eiginlega ekki eiga heima hér. En það breyttist fljótt. Eftir nýnemadaginn, þar sem ég var búin að kynna skólanum, starfsfólkinu og hinum nýnemunum aðeins betur, fannst mér ég vera ótrúlega velkomin í skólan. Þá hafði ég ekki hugmynd hversu ótrúlega skemmtileg, krefjandi og gífurlega þroskandi næstu 3 ár yrðu. Framhaldsskólaárin ein mest spennandi en á sama tíma krefjandi ár sem ég hef upplifað. Hér kynnist maður fullt af nýju fólki og eignast vini fyrir lífstíð. Hér býr maður til góða minningar sem munu seint gleymast. Hér lærir maður svo ótrúlega mikið sem á eftir að nýtast vel á lífsins leið. En á leiðinni koma einnig upp allskyns hindranir og erfiðar áskoranir sem við verðum að takast á við. En þær eru partur á lífinu og við komum alltaf sterkari tilbaka. Á þessum 3 árum sem ég hef verið hér hef ég líka þroskast ótrúlega mikið. Ég hef öðlast meira sjálfstraust og ég finn að ég mun sjálfstæðari en litli businn sem mætti hingað skíthrædd fyrir 3 árum síðan. En nú komið að kveðjustund. En það ekkert til þess að vera leiður yfir. Framtíðin blasir við okkur og allir vegir eru opnir. Við erum öll að fara í mismunandi áttir, en sama hvert förin heitið, þá erum við að fara að gera eitthvað nýtt og spennandi, eitthvað sem færir okkur nær lífsmarkmiðum okkar og draumum okkar. Lífið í okkar höndum, við ráðum hvert förin heitið, þannig að það eins gott að það verði skemmtilegt. Og fyrir hönd okkar útskriftarnema vil ég segja takk. Takk elsku kennarar og starfsfólk fyrir allt. Án ykkar væri skólinn ekki eins frábær og hann er. Ég vil enda á að lesa fyrir ykkur stutt ljóð eftir Margréti Helgu sem ég finnst eiga vel á stundu sem þessari. Lífið snýst, eilífan hugsanagang. Á hverjum degi mér færir í fang. Spurningar, hvað rétt, hvað rangt? Svo lengi ég læri sem lífið langt. Takk fyrir mig.